Doktor Fútból sendur út frá sendur út frá Mar Reykjavík á einu stærsta degi ársins, sjálfur bóndadagurinn. Þetta verður stór bóndadagur, dagurinn sem við náum vopnum okkar að nýju. Sigurður Bónd, og ég mæli með að horfa á þetta á YouTube því að þið verðið að sjá skyrtuna sem maðurinn í með demöntum. Já, þessi er skemmtileg. Sonur minn myndi elska skyrtu, því hann mikill svona demantakall. Já, þetta er demantskyrta, þetta er svona bóndadagsskyrta. Þetta er eittur. Alvöru bóndadagsskyrta og svo það andlit snirtimennskunar á Íslandi, naflinn sjálfur. Velkomin. Já, þakka þér fyrir. Já, geðveikt að fá okkur, við erum staddir í Reykjavík, það er alltaf skrítið að vera í Reykjavík. Já. Kópavogsbúinn í Reykjavík, hann er einmanna. Já, þetta fyrir ekki alveg saman. Þetta fyrir ekki alveg saman, það er æðislegt að fá að vera hérna á Mar Reykjavík. Ég ætla að fara að kenna ykkur að borða fiskstrókar. Já, mér líst mjög vel á ég hlakka til að smaka, þetta er ekkert eðlilega flottur staður hérna. Þetta er frábært. Þetta er algjörlega frábært og gaman að breyta aðeins út á vanan á bóndadeginum sjálfur. Túborg og Doktor Fútból vinna saman. Við förum í Túborgina og eftir þátt. Við erum að taka upp snemma og við höfum að hafa þetta allt saman á hreinu. Nú, Doktor Fútból er með Dominós pítsu. Herri, Jón Kári er búinn að hanna nýtt app fyrir þá. Já. Á Dominós. Dominós líka með 40% afslátt af sóttum pítsum af matseli með kóðanum DOC. Já, það er stórt. DOC-kóðin er allstaðar. DOC-kóðin á bara að vera kóði í gegnum sko lífið. Já. Ég notaði hann daginn á Fitnessport, hann sínvirkaði. Þetta er út allt. Já. Og endilega nýtið ykkur það, talandi Fitnessport. Sigurður Bónd, það er langt síðan verið svona góðu formi. Já. Ég var að tala við strákana í Þorláki. Þeir hafa áhuga á þér. Já. Þeir eru búin að vera að æfa það vel og borða frá Fitnessport og svona. Ég talaði við og þeir sögðu bara, heyrðu, sem ég þá, við höfum áhuga á honum. Já, ég kemist þar inn. Já, það er nú gott að vita. Það er þetta mínu mennandi í Þorláki. Já, heldur betur lélegi þjálfarar, en gott lið. Já, en góða manneskur, Það er þetta snýst allt saman það er að sjálfsögðu testabústurinn góði fyrir þá sem eru yfir 40, þá er það Men's Health testabústurinn. Fyrir hina þá er það eitthvað sem heitir eitthvað Kill eða Animal Freak eða eitthvað svona. Já. Fyrir ungu strákar. Eitthvað aggressíft sko. Eitthvað aggressíft fyrir þá tjekknabyrjum skoðun 15% afsláttur ef Doktor Fútból sendi. Heyri, Andri, ég fekk þennan tölvutek. Þeir eru auðvitað með þess að Lenovo spjaldtölvur núna og gefa þær í Doxon og hafa gaman. Þetta, nú vil ég bara röngsvör. Skilurðu mig? Ég vil bara röngsvör. Ok. 5 lið í ensku úrvalsdeildinni sem Nicolas Anelka hefur spilað með. Ég vil bara röngsvör. Southampton. 1. Svo erum við með Wolves. Já. Fulham. Já. Ég ætla að vera að tæfa þennan. Wolves, Fulham. Manchester City. Nei. Hann har spilað fyrir Manchester City. Spilaði með Manchester City. En United. Manchester United. Liverpool. Nei, hann spilaði með Liverpool. Nú. Hann er spilað alltaf. Býtu. Ég vildi bara röngsvör. Já. Það var einu sem ég baði um. Já. Ég veist að þetta var ekki Manchester United allavega. Nei, þeir getur komið Tottenham. Já. Hann glimti að spila fyrir Tottenham. Hann var í Arsenal líka. Já. Þetta er náttúrulega geitin. Já, þetta er algjör geit. Ég vildi bara þarna röngsvör Doktor Fútból verður næst í Hjöpkviss í Egilshöllinni næsta 50 dag. Ég er með minn mann Sigurður Bónd hérna hjá mér í gír. Við skulum fara að powerranka. Já. Við skulum fara að powerranka í beiti frá Mar. Þú getur panta að borða á Mar að sjálfsögðu inn á dineout.is. Inga Tinna tekur persónlega á móti pöntunni og sér til þess að það fari vel þig shoutout á manninn hennar hann Loga. Þetta er glæsilegur sjátt jöfull. Já, hann er nú einn af vinnur vikurnar. Förum í þessi. Herru, hvaðan er Inga Tinna? Hvaðan er hún? Já, hvaða bæjarfélagi? Hún hlýtur að vera á Hafnarfirði. Nei. Sandgerði? Nei. Geggjaður bær. Býtu. Geggjaður bær. Grindavík. Borgarnes. Ég held að þú er búin að tala um þetta svo oft þess að Nei, þetta er svona, ég hef legið á þessum upplýsingum. Já, það er ótrúlega að vita. Haft að vera fyrir þig núna í svolítið tíma. En nú ætlum við að powerranka topp 5 lélegar bóndadagsgjafir. 5 lélegustu bóndadagsgjafirnar, númer 5. Það er baðvíkt. Það er baðvíkt, já. Svona þá ertu greinlega komin smá brekku og þetta eru skýr skilaboð. Það eru skýr skilaboð undir 3 stafutöluna, check. Númer 4. Það er helgaferð til Trelleborg.
Hefur þú komið á það? Nei, Böddi Ok, Löpp hefur bara samtíma á þessu. Ég myndi sko því ég hef ekki komið á það staður sem ég myndi senda óvinn minn var í Hamar í Noregi ég er margur kom inn og ég þurfti að fara nokkru sinnum á það og það fannst mér alltaf Númer 3 Númer 3 er köttur. Köttur, já Herru, á ég segja reitt Já. Ég er kísukall Já. Hundur eða köttur Köttur alltaf, já. Ég er kísukall Já. Ég er svona kísa, alveg elska góða kísu Ertu við kísu heima þér? Nei, reyndar ekki. Brjálaður, en þú veist, ef þú væri bara ef þú væri hundur eða köttur þá væri ég alltaf frekar Já, ég veil alltaf 8 kött sko. Já. En það væri þreytt gjöf alltaf. En ef einhver kona myndi bjóða þér heim og hún væri eftir 4 ketti væri það ekki a red flag? Jú, það væri a red flag. Jó, það væri mjög stórt red flag. Númer 2 Númer 2 er rungmúfa. Hvað þá, svona 37 gráðu? Já, ætli það ekki. Það er svona sem er með titrar og öllu. Það er, þá er sambandið eiginlega búið. Já, það er eiginlega bara pínu ógisling gjöf líka frá konunum. Hvað er það? Það er ljótt, það er óbeldi. Og númer 1, það er náttúrulega, þetta er eitthvað sem að naflinn kannski skrifa. Það er, þegar vaknar upp að kærastinn hafi komist inn í símaðinn og byrja bóndadaginn að skoða hann og í kjölfari gefur eina góða hnefasamlóku. Já, það er versta gjöf. Já, það er versta gjöf. Það er svona með þreyttari gjöfum. Já, ég, Vaknar fari Nefasamloka sem bótadagsgjöf. Já, það er vonast til að lenda ekki í því. Það var leiðilt að lendi því. Sko, ef maður vill virkilega hatar kallinn sinn þá getur þú gefið honum líka reikskinjara. Já. En það er bara svona eitthvað flottan reikskinjara. Hefur átt reikskinjara sem er alltaf að bípa. Já, það er löng og leiðileg saga. En við slum fara að skoða eitthvað meira í þessu en það er gaman að páranka og Sigurður Bónd párankaði fyrir Dr. Fútból. Má ég sjá, hérna erum við. Nei, við erum ekkert hérna. Held ég, löðrum þessi í gang með löðri. Löður sér að halda bílunum hreinum, Sigurður Bónd prinsipmaður, alltaf á hreinum bíl. Já. Ég var í nýju stöðin á Vestlandsvegi. Ég sá naustínar. Já. Og löður með Dr. Fútból, löðrandi, handbolti, alla helgina Ísland, Króatía á bóndadaginn. Það er ekkert heilagt, þeir spila bara bóndadaginn. Naflið, þú veist að segja Dagur Sig verið með allt niður sig með Króatíulið. Heldur betur, það er einhvern veginn spjótin beina svolítið á honum. Það hefur ekki alveg farið að stað eins og þeir vildu, sérstaklega eftir tapið á móti Egyptum, þá hefur hann svolítið verið á fyrirsögnunum hann í blöðunum úti. Já. Og þeir eru ekki sáttir og það eru að koma þessar fréttir sem hann sjálfur blés á núna að Sindrits hafi farið bara út af einhverju ósætti við hann. Við hefum nú kannski séð þá sög áður að Dagur Sig sé að lenda upp á kant við einhvern. Þannig það er kannski, hvort að það hefur verið gripið úr einhverju lausu lofti, veit ég ekki. Þó Dagur Sig sjálfur sé að reyna að blása á þetta. Já. En þá einhvern veginn, þetta minnir mig svolítið á svona eins og enska landslið fótbolta. Þegar að mídjan er bara á bakinu á liðinu og getur ekki verið holdt fyrir liði. Nafli, af því að þú ert eins og Kim Kardashian settur símaðin bara alveg á silent, það hristist ekki, þetta er bara, ég hef aldrei verið með, þetta er bara eins og símin á Kardashian, sko, þetta er rosalega. Sko, en er hann bara búin að tapa þessum einu leik? Það var mútið ekki tónum. Já, ok, það er nú ekki. Nei, og líka bara, þú veist, ef að slóinur hjálpa okkur ekki eitthvað og að þeir vinna okkur með 4 Króatíu, þá vorum við í skítamálum. Ok. Ég trúi að því að við séum að fara rúli yfir þetta króatíska lið og Dagur Sig gæti þurft að fara að leta sér nýrfæri. Það er mörgum sem er gott að fara á Epic og skoða málin. Er ekki núna komið dauða færi á að hólka vel á vinstra hornið hjá okkur fyrst að Bjarki er farin heim? Jú, alveg klárlega. Ég held að þetta Bjarki er farin heim og Steven kallaður upp og þetta segir okkur bara sérstaklega í þessum leikum út í Króatíu að Orri lítur að spila bara 60 mínútur. Svakalegt valjú honum núna. Orri skora svona 8 mörk í kvöld. Ég myndi halda það. En hann er auðvitað ekki með vítin. Viggo við verið mjög traustur á vítunum. Orri og Óðinn hafa svolítið verið upp og niður í vítunum. Já. En ég held að Orri valjú, mjög mikið valjú. Síðan er ég svolítið að treysta á að Óðinn komi ferskurinn í þennan leik. Þeir hafa svolítið verið að skiptast á stöðunum, hann og Sigvaldi. Nú er svona tækifæri hans. Hann skoraði 6 mörk seinast þegar hann mætti Króatum í fyrra, eða hitti fyrra. Það eru gogn. Og ég held að það hafi verið fyrra, frekar en hitt fyrra. En Nafli, var það óumdeilt að Steven færi það inn? Var það bara no-brainer að setja hann inn? Já, norðanmenn hafa auðvitað verið að kalla þetta Degi Gauta sinni. En já, það var óumdeilt að Steven var næstur. Ok, engin spurning. Ég bara treysti þér þegar það kemur að þessu. Og bara, og það var ekki annar sem hefði átt að gera tilkall frekar en Steven. Það
Það er bara punktur. Það er bara punktur. Fylgjast með þessu í kvöld. Það held ég tort slísabætur. Já. Og ef þú lendir í slísið þá færðu á bæti í gegnum tort. Drengir, það voru stórfréttir í dag. Afríka ekki með í deildakeppninni. Er það ekki huge frétt? Jó. Þetta búið að vera eitt mest iconic fótboltalið bara Já, þetta búið að vera bara mesta lið söguna. Maður hefur alltaf verið Þetta eina lið á Íslandi, þessi leikir, ég hef séð tvisvar leik komin á okkur vefmáli með Afríku. Þú veist, þeir kom aldrei inn. Þannig að það verður ekkert mikill missir að þeim, sko. Nei, en þetta hefur oft verið svona áhugaverðir leikir hjá þeim. Læti, red card. Já, tók drugli í þessum leikjum oft, sko. Þessi það var 8-0 og fá 3 rauð. Þú veist, á 90. Vissa hausinn þá. Já, en þeir halda alveg fram að 90. Ég veit ekki hvernig þeir náðu að halda þessu liði út allan að tíma. Muni geti kvikmyndinni hérna Afrika United. Maður einhvern veginn hefur alltaf haft smá soft spot fyrir þeim eftir kvikmyndina. Ég ennþá Jóma Ferro ætlaði að fara að hana. Herru, ég held að sé þannig að mækarinn okkar, hann klúðra víti í Afríku myndinni. Hann bara étir á móðnum. Mækarinn er aldrei klukka á víti. Svo kemur bara ekki bíómynd étir á Í Afríka? Eða Númi. Já, það var eitthvað svoleiðis. Býtu, ég þarf að horfa á þessa mynd bara til að ná þess. Heldur þetta að hafa verið í myndir alltaf. Ég er búin að heyra þessu sögu svo ofta að hún getur verið. Mér rámar ég hafa séð þetta, ég sverða það. Þetta er allavega, það verður eftir sjá af vinum okkar í Afríku úr boltanum og vonandi mæta það bara aftur seinna. Já. Og hann er búinn að gefast upp núna kongurinn sem sér þetta. Já, Sakaris. Já, ég veit það ekki. Ég þekki ekki. Það var einhver kongur. Það strákar, ég ætla að leigja verkfæri, gera það á Bíkó. Já. Bara þegar þeir eru bara með, þeir leigja allt. Hvort sem fyrir upp í Selellu til Gunóla. Þetta ok. Nákvæmlega. Hann er þarna. Já, ég á gamla myndir. Já. Hann er þarna og getur sýnt honum gamla myndina þeirna. Það eru margar skrauðlegar en nýverkfæri. Já, ok. Gamla myndir, nýverkfæri hjá Bíkó. Herru Gaurinn sem bað konum að gifta sér eftir leikinn út í Barcelona daginn. Þessi Isra Garcia. Hann er mættur í fram. Já. Það er alltaf svona einhverju snillingar að mæta í deildina. Það verður hérna örugglega einhverju sögulínur í kringum þennan meistara. Já, þetta lukkar einhver áhugaður leikmaður. Skemmtilegur. Já, þú veist, Vinur Haaland mætir, Michael Jackson í Þrótt. Já. Alls konar svona fígúrur í liðin. Sko, liðið sem er eiginlega merkilegast í dag er hérna HK98 liðið. Já. Því að þar var Jeff Brazier sem er mikill raunveruleika kongur í dag. Svo var einhendi maðurinn í sögu íslenska boltans, Tony Boyles. Já. Hann semst var með bara stubb öðrum megin. Alveg. Og þú veist, ef hann ítti í þig með stubbnum, það var svona og hann var glerharður gaur. Hann tók íkast og allt. Aha. Já. Þú varst töffari. Já, glerharður sko. Já, það hefur ekkert verið þægilegt að fá það. Nei, það var ekki þægilegt. Nei, hvað ekki trúa því. Kaninn hefur gert nú heimildamindir fyrir minna. Já, heimildamindir bara hérna 98-lið áká. Já, það er heldur betur. Hún endar illa svo mynd. Já. Ekki eins og ræða það. Áhugasamt frá KSI.is. En já, þetta er gaman að svona. Ég meina, myndu þau biðja konur að gifta ykkur eftir leik á móti Barcelona? Er það ekki gott moment? Þrátt fyrir slæmt tap? Já, ég myndi eiginlega segja nei. Ég myndi reyna að finna einhvern aðeins svona þægilegri spott. Já, ég held að það ætla að koma á óvart bara að gera þetta fyrir fram að Eiffel-turnin í París af því að það ætla að koma á óvart. Þá eru svona, Siggi, hann myndi aldrei gera þetta svona, hann verður að vera eitthvað, þú veist, hann er ekki svona fyrirsjáanlegur, svo kemur bara búm. Það var alveg agalegt samt. Já, samt að var eitthvað Sigur Bond. Já, það var eitthvað Sigur Bond. Í demantskiptunni. Ég man það fauk verulega í mig þegar ég var á leik með Boston Red Sox. Við vorum 3-1 undir og það var eitt stund með Boston Red Sox sem baði konuna sinnar. Stöðinu 3-1 undir. Svona gerir ekki. Póstuðu enni í hann? Já, það kvarlaði að mér. En bara var hinum einn í stúkunni. Maður hefur svo oft séð nei-vídeóin í þessu. Það er agalegt. Já, þau sína þau frekar en jákvæðu. Já. Það væri dásanlegt ef að starfsfólk MAR getur redda okkur málbandi hérna rétt og eftir. Við ætlum aðeins að fara í smá leik með málband. Já, það er jú bóndadagurinn. Já. Þær vilja gögnin. Já, við fáum það setna í þættinum.
Sony með bestu tækin, Sony með 100 tómundar eða 98 tómundar afsækið. Doxone í kvöld gegn Króatíu, Ísland-Króatía. Doxone á morgun í enska boltanum og Doxone á sunnudaginn. Andlit Doxone að sjálfsögðu hérna hjá mér, Nafli. Hvað ætlar að gera þetta í Doxonum? Ég ætla bara vinna. Það er bara nákvæmlega bæði á vellinum og á feninu. Já. Það er bara það sem ég ætla að vera að gera. Bara breyta dúlum og hækka bankabókina. Já, þú ert áhuga maður að breyta $5 í 0. Nei. Það er ég bara fyrst með þér, þú veit á allra, þú veitir ekki mikið, sko. Ég hef lent í því, það kemur fyrir. Já. Ég sá okkur veðmál daginn, það voru ansi áhugaður. Já, þetta er það er alltaf stutt í gríni líka. Það er alltaf að leika sér. Það er Doc 2X núna sem þýðir það að 40 verða 100 bóndadagurinn og endilega kíkið á vídeóð. Ég kom naflanum á óvart í morgun og gaf honum blómvönd hérna frá vinn okkar í Blómatorgi. Það er G.dagur, við hentum saman í vönd, það er glæsilega vönd sem hættir að sjá bæði á vídeónu og núna hérna YouTube. Geðveikur. Og geðveikur vöndur. Þetta er líka kóngurinn að þetta er G-dagur. G-dagur er einn að berjast öllar stelpunnar í blómabransanum og svona, ef þið viljið styðja ykkar mann þá farið að sjálfsögðu í Blómatorgi í Vesturbæ Reykjavíkur og kaupið vöndin þar. Heldur betur og þú veist þetta á blómum? Já, ég hef alveg gert það. Já. Maður hefur þurft að gera það. Já. Mikið af mannskapin. Já, það stundum eftir eitthvað góð mistök. Það er bara mennskan í það. Já. Það er bara það sem gerir þessi og þú veist, þú er svo auðvitað að tengja við það því að þú ert mannlegur. Já. Og það er fegurinn í þessu öllu saman. Þannig að það klikkar eitt. Nei, það var bara meir þegar maður fekk blómin. Maður verður nú að viðurkenna það. Já. Ef við ekki bara að blóm og skartgripir. Já, ef við ekki bara halda smá tempo í þessu og fara bara strax förum bara strax hingað. Já, heyri hérna. Búm, 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 búm. Já, þetta er Evrópudeildin. Vá, auður og Evrópudeildin. Vá. Sparnaðarreikningarnir góðu, orustanum Bretlandi í gær. Nafli, þú sagðir á Facebooku síðu þinni Bretlandseyjar eru rauðar. Já, heldur betur og einhvern veginn við sýndum það að Bretlandseyjar, hún er okkar, hún er rauð. Hún er ykkar United manna eftir ótrúlegan 2-1 sigur á Rangers. Hugsið ykkur að þú ert í öftustu línu með boltan, getur bara nelt honum fram á eitt center sem síðan skorar gegn 3 hafsendum. Þetta var fáránlegt mark. Þetta var reyndar hrikalega. Þetta var ógeðslega gott touch og skot sko, en þetta var alltaf ótrúlega að Maguire átti þetta bara ekki. Já, þetta var mjög sérstætt en það var ég leiði hann að fara í þessu, en þetta myndi með Aguero. Þetta var ótrúlega touch, þetta var þetta er erfitt nafn á þessum strák. Cyril Dessers. Já, svona eini gæðin sem þið gáttu sett inn á, þetta var svona mikið af krökkumannum sem fóru inn á 18, 20, 21 og skörur þarna. Síðan kom einn fullorinn þarna og skoraði laglegt mark. Já, þetta var meðast þetta reyndislið bara þegar voru allir lægi. Eru þið eitthvað að kaupa þessar Garnaccio-fréttir? Manni finnst þetta sko, hann postaði eitthvað rosa mörgum myndum á Instagram, þið vitið við krakkar í dag, það eru svona miklu tilfinningaverur. Haldið hann sé að fara? Mér þótti rosa skrítið með öll þessar fréttir, hann hafi verið bara í hópnum með við ef hann væri að fara. Já. En allavega síðan þetta komin einhver myndbönd af honum vera svona stóð svona, var svolítið eftir og var að klappa fyrir stuðningsmönnum og þetta svona var smá emotional en ég held að hann sé að fara ég held að hann hafi verið að kveðja þarna. En ég aðeins komin að aðra sko, ég vil, ef við selma hann, ég vil fá hann bara 21 á sig ekki 22 við verðum að fá aðeins meiri 50 miljónir fyrir hann, við keftum Antoni á 80 sko, Garnaccio og alveg tölvört betur leikmann en hann sko. Ég sá Antoni hann í gær. Var ekki Antoni hann? Það var dreymdi með Antoni. Já, það ekki, dreymdi hann. Er hann ekki farin til komið til Betis? Nei, það var síðast, það var síðast, já, hann var að kveðja eitthvað í gær. Þekki þinn mann. Ég vildi fá the last day. Já, maður fekk létt chicken skin að sjá hann annars. Minn maður hann á röltandum er Tottenham, gerist lítið fyrir unnu leik. Herru, og ógeðslega ósamfannandi, ég horfði nú á bara megnið af þessu leik. Vá. Þeir eru með allt meitt, liðið meitt. Já, ég veit, en Hoffenheim bara, þeir voru bara auðlar að koma ekki tilbaka. Son reynda með geggja markana 3-1, en
sko, þetta tóttanlega í tómu brasi. Orri Óskarsson og félagar töpuðu 3-1 á útivelli fyrir Lazio, Frankfurt með 2-0 sigur á Ferencváros. Nóg að vera í þessu öllu saman. Þetta var dagurinn þann sem allt snýrist Manchester United. Kristján Hlinsson ekkert að brjótast það inn hjá Ajax. Nei. Og þeir get ekki neitt. Var hann ekki ónótaði varamaður? Jú, hann spilaði 0 mínútur og þetta Ajax-lið getur ekki neitt. Horfði að sá eitthvað úr þessu leik, þeir sköpuð sér alla færa á móti svo ríkasliðin að mann til lokin. Það er auðvitað mjög erfitt að stilla þessu upp núna ákveðat núna. Það Lazio komnir áfram, Manchester United þurfa jafntefli gegn Steaua Búkarest. Sko við vorum með manni þetta fyrir fram á okkur rétt á hann sem ég hefði getað spurt að hvort að hann hafi Mike var víti sem hún klúðrar á móti Afríku, var það í myndinni? Já, líka mark. Það var líka City Bond skora á hvítatjaldinu. Nei, hann var aldrei skorað á hvítatjaldinu. Aldrei skorað á hvítatjaldinu. Markið var það úr opnum leik. Já, það sem sé. Það er galopnum leik, svo það sé bara alveg reyna. Við vorum að tala um að Afríka voru að hætta í deildakeppni, þannig að það virðist vera. Þannig að Það gerir Zakaria. það er nefnilega heila mál að vita enginn hvað hann að fara að gera. Gott að fá mækaraliðin. Já, alltaf. En eru Frankfurt ekki komin áfram líka? Jú, ég held að sé komin áfram. Já, svona já. En það er skemmtilegt með þetta format að í rauninni það er hellingur ennþá til að vinna í þessu því efsta sæti í deildakeppninu og rauninni sæti 2 mætast þá ekki fyrir en í úrslitunum. Já. Þannig að þetta er bracket með þannig. Já, bracketin eru þannig. Eins og staðan okkur núna, eins og í meistaradeildinni, þá eru Liverpool og Barcelona ekki fara að mætast fyrir úrslaleik. Skiljið hvað, 1-2. Er ekki líka þannig að 3. og 4. geta þá mætt í fyrsta lagi í semi? Já, það er svona alls konar gaman að sjá þess að bracketa. Já. Við sjáum þá leiðina strax, en sko, það er eitt í þessu. Af því að City, þeim nægir bara að vinna Club Brugge. Já. Og mögulega sko, var þessi leikur svona skrítina því að þú veist, þegar þú ert í riðlakeppni þá veist alltaf hvað leikurinn þýddi ef við töpum þá eru átt ef við gerum jafntefli það er gott þannig að kannski í miðju leik vorum við bara eitthvað sigur, jafntefli, tap þú veist þetta er ekki alltaf á það sama bara þú veist, því að það er ekki búin að átta sig á þessu nýja formati hvað þarft að stigum annað slíkt og meina, City labbaði út sem að tapa en samt þetta allt í þeirra höndum en þá Já Mér finnst þetta samt skemmtilegt og ég held að maður læri líka alltaf betur og betur inn á þetta. Ég held að Benfica Barcelona leikurinn hefði aldrei dottið í svona rugli í gamla reyla fyrirkomuna. Nei, það er bara besta bull leikur bara sem við séð. Geðveikur leikur. Og mörkin og allt þetta. En Elfsborg ekki... Þeir unnu 1. Þeir unnu Nýs. Já. Ekki þar var allir tíma á bekknum, en þeir eru bara með 10 stig eða eitthvað. Er hann að raðinn bónusunum að það á bekknum? Ég ætla að vona það. Það var geðveikt. Það er ótrúlega það nýja skora ekki að til lokin. Sigur Bond, það er maður sem horfir á leikina, hann sér allt. Já, ef maður fylgist aðeins með þessu gerð. Heldur betur, höldum áfram og förum í íslenska bolta með kjarnafæði. Þeir eru með allt í þetta blessaða þorrablót, kjammarnir og allur pakkin. Hvað er uppáhaldið ykkar í þorrablótunum? Hákallinn. Það er eiginlega neitt. Svíðasöldan. Ætli að sé einhver þáttur í heiminu sem meira pró-kvalveðar heldur en doktorfútból. Þeir eru allir með... Kannski spursmál. Herru, Robert Frosti, frendi minn, hann er frendi Gæs. Já. Þetta er gott múl fyrir hann, eða? Hilsi bara mjög spennandi málu. Já. Og náttúrulega bara ef hann stendur sig þarna og fara að spila. En ég meina, annars... Hvaða legend hafa að spila með Gæs? Það, Eyjólfur Héðinsson. Já. Nú ert að henda mér on the spot, það var nokkru íslendingar hérna. Já, það hafa... Jói B. var ekki... Steppi Gísla var hann ekki eða? Jóhann Birnir. Jóhann Birnir. Já, þetta er... Ég held þetta bara skemmtilegt múf. Þetta er náttúrulega allt öðru í sleikmaður en eiginlega allir aðrir. Þannig að það voru vonandi að ná að fitt inn að það. Mér veist þess að okkar íslensk atvinnumenn ekki vera að fá að spila nógu mikið. Nei. Og sérstaklega ekki eins og Elfsborg í Evrópudeildinni og það var geðveikt ef ekkert þar hann var að spila. Áski Börkur fór þessi Gæs. Börkurinn. Börkurinn. Þetta er svona eitt af þessi fyrir hérna. Ég þekki þetta liðválega lítið, ég verði að aukna það. Svo tóku þeir eins og triple signing. Keyptu Hallgrím Jónasson, Guðjón Baldinsson og Guðmund Reyni. Það er rosalega. Þannig að Gæs, þetta er mikill íslendinga klúbbur.
og vonandi gengur vegnar Róberti Frosta sem allra best. Já, geðut hann að vera komin í andrumæskun núna. Herru, hvað hérna, allir eru F-fangarnir að leita sér að markmann eða ætla að treysta á sinn markmann? Já, þeir eru að reyna að semja við Rósinörd, markmannstyrtunar. Trilltu ná ekki, hefur hitt hann? Nei, ég hef nefnilega hitt hann. Þetta mest kokki markmann. Ég taldi mér nú þekki alla svona mest kokki markmann sem að er á Íslandi. Hitt hann að gæja. Sko, hann bara sagði mér að hann væri það besta sem hefði bara lent á Íslandi. Já. Og bara, herru, þetta var daginn fyrir Víkingur Stjarnan í bikarn. Já, Og hann var geðveikur í leiknum. Og ég sagði, herru, hann bakkaði allt upp sem hann sagði. Já, þú hefur líka dýrkaðan eftir það. Já, superkokki. Það vantar í krigan. Það var í geðveitt að fá það þá. Þar var svona gæði að halda. Ég mitt var á þessu leik líka, tók viðtal við hann eftir hennar leik og var að spurja hann út í það, þú veist, þetta hefur verið mikið rót á markmannum, hvort hann sé eitthvað hrifin að þessu, eða hvernig hann svona metur þetta og hann bara drullu ósattur, sagði bara, ég var spila alla leiki. Og ég sagði, eitthvað, ertu ekki stressaður? Why would I be nervous? 300 people's in the stand, why would I be nervous? Okay. Eins og að sé með ykkur hella feril, sko. Djósis kongur. Já, ég vil fá hann að manni í krigan. Það var bara eins og það er búin að spila í Lazio í 13. Rosalegt maður. Förum yfir í enska boltan. Verður komast í Vestmann von. Allt rauðvinni og hvítvinni frá Róberti Vestmann. Góð manneskja, gott vín fer oft saman. Stórleikurinn helgina Manchester City í Chelsea. Þegar við sáum þessi lið mætast í fyrstu umferðinni, núna eru liðin að mæta sem voru í fyrstu umferðinni. Þá var maður bara City, ég er að fara að vinna þetta enn eitt árið og Chelsea maður, þetta haldi í Pochettino. Það var það sem maður sagði eftir fyrsta leikinn sko. Af hverju ættu Manchester City eitthvað að vera favorites í þessum leik? Það er bara er það ekki bara Chelsea bara búin að vera nokkuð slakir undir ári og City voru drullu góra með Ipswich, voru líka allir laga með PSG sko. PSG voru bara flottir en þeir eru alltaf massíf favorites en þeir vinna leik held ég. Manchester City búin að vera dúndrin nýjum leikmönnum í glugganum og vonandi fá að sjá hérna Omar Marmouche hvernig sem á að segja þetta. Það væri trillt að fá hann að sko. Sko, hann var spurður Maresca sko, João Felix og Nkunku, hann sagði bara þetta eru frábæri leikmenn, þeir eru bara að keppa Cole Palmer, þeir eru ekki breykja hann. Það er bara besti leikmenn í þessari stöðu í Englandi. Það eru auðvitað verið að tala sko, eitt af þessum liðin sem hefur verið að tala Garnacho er Chelsea. Af því hann væntanlega að koma með ógja á Sandsjónum og vill bara einhvern veginn fá mörk og endprodukt. Þá ferðu og bankar upp á hjá þeim argentíska. Já, mér myndi samt finnast það svo furðulegt eitthvað. En þú veist, Garnacho er náttúrulega góður í 4-2-3-1-kerfinu sko. Það er miklu betri í því heldur en einhverju þriggjamanna vörn og hann getur ekkert spila sem wingback sko, Garnacho. Hann þarf að fara eitthvað leið 4-3-2-1, ég myndi freka vilja sjá hann í Napoli sko. Við erum alltaf að tala þegar City vinnur einhvern leik. Þá er alltaf, þetta er komið hann, þeir eru búin að snúa þessu við núna. Unnu að Ipswich og við vorum bara, þetta eru bara dottnir í gírinn aftur. Kemur síðan þetta slís, þetta bara lesta slís á móti París, hörmulegu leikur og þú veist, ógeðslega vel gert reyndar á París að koma tilbaka, en það er sama, þetta var algjörlega bilaður leikur og City liði all over the place en þeir eru samt á því að við tippum á leikinu á eftir, en þeir eru samt á því að þeir vinna þetta. Já, ég tala fyrir sjálf um mig. Já, hver er stöðlun á City? Hann hlýtur að vera okkur góð. Ég held að City séu favorites, en þetta er svona Er það á tveimur eða meira? Þeir eru staðar í 2.05. 2.05, já, sæll. Það er ekkert oft sem hún fær svoleiðis ávöxtun á heimavalli. Nei, aldrei, bara eiginlega aldrei. Það er nú eitthvað sem maður þarf að skoða með sinni fjölskyldu. Já, bara setjast niður með sinni fjölskyldu. Taka fund. Taka fund með fjölskyldu. Þetta verður líka eitthvað markavísla, sko. Einn áhugaverður leikur er Bournemouth Nottingham Forest. Ég sá nafnin hló þegar ég sagði þetta. Það sem ég er að meina þarna er bara að þetta eru tvölið sem eru heit. Nottingham Forest spilar old school fótbolta. Matt Sells markmaður rúlar tilbaka á honum, hann sparkar bara fram. Það er ekkert verið að reyna eitthvað sniður. Þeir eru ekkert að reyna að vera sniður. Vinna bara leiki og eitthvað svona sko. Þeir eru ekki hrifnaði því að? Jú, ég er bara mjög hrifnaði því. Þetta er svona þróttu vóum taktíkin. Nottingham eru þeir eru á mjög háum stöðlinga, 3.50 eitthvað. Já. Þannig að þetta verður nefnilega leikur sko. Hann er á morgun þessu kl. 3. Já, hann var í sóninu þessi. Þetta er sko, það er engin leikur í hádeginu og svo eru leikir á öðrum tíma. Hafið séð hann gaur hérna Kyoko Furuhashi.
Furuhashi, gaurinn frá japanski gaurinn sem alltaf skora fyrir Celtic. Já Bara fáránlega skemmtilegu leikmaður. Veitu, hvert er hann að fara? Hann er að fara til Rennes í Frakland. Já, ég meina, þú veist bara minnst hann allt og Eitthvað skemmt- góður til Já. þess að vera eitthvað að fara til Rennes í Fraklandi. Renn, Já, til meira óspennandi múf Já, já, ég veit það, ég er allavega hugsa ykkur hvernig Ég er búin að fótbolti. sjá hann að gaur oft, sko Já, Oft, hann er góður En ég, hugsa ykkur þegar við vorum að byrja í Dóttarfútból þetta fyrir 6 árum síðan. Ég hef sagt við ykkur, já, Nottingham Forest, þeir verða fljótlega ásamt Aston Villa komlu Evrópmestrunum. Þeir verða fljótlega aftur topp 10 klúbar á Englandi. Þú Já. er bara svo góður, einmitt. já Þú veist hvað við? Já, það er góður að við bara hleyja þér Allavega með Nottingham Forest, sko Sérstaklega Sko, hurðin er að opna núna því að United getur ekkit, Tottenham getur ekkit. Já, Þú veist, núna er bara hurðin opin. það er nefnilega bara máli Hurðin er gal opin. ertu að finna þá einhverja lestarlíkt? Nei, ég er að segja, ég er að finna listina af meistaradeildinni. Já, Alls já ekki. Nei, ekki Nei. Nei. En þeir vinna Borum að þörgla Já, Úlfarnir taka mútið Arsenal eru auðvitað á fullu að reyna að finna sendir. Þeir bara þurfa að vera svolítið frjóir í að finna sendir, auðvitað vera að tala eitthvað Ísak er ekki séns, Sesko, Sesko er skemmtilegt, sko já, svo erum við bara Osimhen, Gio Keres og ég veit svo sem ekki En hvað eins og fleiri svona eins og United og Cavani Já, Já, Hver væri eitthvað svipaðar á því? en bara taka Cavani núna, er þú seint eða? Já Þú tekur hann ekki frá Bokka núna Cavani og Ígaló Ígaló, ég var reyndar mikill fan af Ígaló Já. En einhvern svona þú veist, þeir þurfa bara að fá strækir Já. Þá geta þær unnið deildina Já, ég held að sé búin að missa Liverpool aðeins og langt frá sér til þess að geta unnið deildina. Ég held að bara Liverpool sé ekki að fara að hyggsta, þeir eru reyndar smá meðsli á þeim 10-7 er átt og Curtis Jones. Já Þeir eru meittir. Þeir megi ekki við tveimur meðslum við viðbót sko. Nei, norðanmenn er á leiðinni til Southampton, svo er United leikurinn á mjög skrítnum tíma helgina. Hann er klokkan 7 á sunnudagskvöldi. Já, ég hef aldrei séð þetta aður Þetta er ekki algengu tími. Svona allavega. líka tími Þetta er líka tími, nákvæmlega. Er þetta gert í samráði við Mustafa hérna og handboltan? Ísland er hérna fyrir daginn mot Argentínu Já. Þannig þú getur náð bæði Já, já. Hafi er Milley komið sér gegn Já. Argentíski kongurinn Já. Þeir, Það er svona með það sem hann grunar Já, þannig að ef ekki tippa á þetta. Já. Tippum á þetta og gera það með lagningu, vinur mínum í lagningu þegar þú mætir á Keflavíkurflugvöll og þá getur bara taka þér bílinn og sjá þetta allt saman fyrir þig. Það er algjör veisla Bab, rabbab. Tippum á þetta, lagningin. Fyrst Sigurður og svo naflinn, Já, Bournemouth, Nottingham Forest. 2 Ja, bara hvað með tölur? 0-1 2-2 Brighton, Everton. 2-0 Brighton 0-0 Já, 0-0, já, já Aha, Liverpool, Ipswich. 7-0 Liverpool Ok, 4-1 Liverpool. Liverpool. Southampton, Newcastle. 1-3 1-3. 0-2 Núkastúl Já. Wolves, Arsenal. Það er 1-2 1-1 Já. Manchester City, Chelsea. 4-2 City 2-0 City Já. Og Crystal Palace, Brentford. Þetta er 1-1 Þetta er bara svona maður segir 1-1 Já, ég ætla að segja Palace vinnu þetta 2-0 Já. Tottenham, Leicester. Tottenham Leicester er 2-3 Leicester Já. Hvað er með að bónd, nei hérna nafni. 2-0 Tottenham Já. Aston Villa, West Ham. 2-2 2-0 Aston Villa Fulham, Manchester United. Wow. Wow. Þetta er solid 0-2 0-2 fyrir Manchester United. Ég held að þetta fari 3-1 Manchester United 1-3 1-3. Já, Eftir spila með skunni gera þá er ekki hægt að hallast að neina öðru en Manchester United sér þannig Já, Nei, þetta var það er sjálfstraust sem fylgir svona sigri eins og Já, ekki það er momentum. svona, það sem gefur mest í svona Svo alvöru momentum Það voru rosalega margir Íslendingar á vellinum í gerkvöldi, það er að segja á leik Wrexham og Birmingham Já, og leikur sem fór 1-1 en það var alveg smakkað af Íslendingum hana. Já, gáðan Menn eru fannir að taka þessa ferðir að fljúa með play-atna til Liverpool Já. og rúlla stutt niður. þaðan yfir til Wrexham Byrju, já, en þeir voru við með samt
Willum og Já, en það er alveg sama. Hann er bara mættir að syngja og tralla og Jón Daði nýfærin frá Wrexham, það er alveg sama. Þeir bara mæta til Wrexham. Þú vil það ekki Hollywood klúbur og Íslendingar elska Hollywood. Ísland elskar Hollywood. Við erum Hollywood sleikir, þú veist. Leonardo DiCaprio má ekki grenja í 2 sekúndur yfir einhverjum kvölum, þá vorum við bara mættir og setjum á fossíðuna. Það er alveg rétt. Við erum aðeins að herða okkur, það er bóndadagurinn og það eru harðir. Ekki þessa vitleysu. Ekki þessa hvað segir handritið, hvert á ég að fara næst? Ég á næst að fara í einn af mínum uppbóðsliðum. Það eru vinnar og lúsirar. Því Einar Á er vinnar í byggingabransanum. Allt lím, allir dúkar, allur helvítispakkin. Við þurfum vinnara í þessari viku. Er ekki Inga Sæland vinnar? Stakk einhverju 250 milljónum inn á vasan sem að hún átti ekki að fá og ég ætla ekki að skila þessu kassi, ég hef komið að búin að fá þetta kass. Fyrir mér er hún vinnir, það er nokkuð ljóst. Já, ég meina, þetta er eina sem getur komist upp með það, að taka 250 M í vasan og skila því ekki. Nei, ég veit. Já, heldur bara sínu starfi líka. Já, séns í bestinu og sér fyrir eitthvað að vera að láta ykkur hafa þetta. Sigmundur Davíð tvittaði ekki að ríkisstjórn Algjör veisla að hafa hana. Sigmundur Davíð tvittaði ekki að ríkisstjórn hefur aldrei fallið áður en Alþingi tekur saman. Þannig að það var rosalegt. 200 milljónir. Er ekki Donald Trump líka? Er hann ekki vinnur? Jú, hann var vinnur. Hann sagði promises made, promises kept. Og beint í þetta, hann er að fara að sparka burtu öllum vindmyllum. Hann hatar vindmyllur. Hann er að hætta í sem Parísarsáttmála, spara $3 triljónir þar á næstu 15 árum. Hvað var hann áttur að gera meira sem var svona Stockmarket er í sögulegum hæðum. Bitcoin hefur aldrei að herra. Það er allt. Svo er það drill baby drill. Það er að grafa olían. Já. The liquid gold, eins og hann kallar þetta. Það er bara J.R. Ewing á þetta bara. Ég segir að leið að hann kemur í Ísrael-Palestína, það er búið. Svo er verið að fara að díla við rússana. Svo er verið að henda öllu Hamas-liðin út úr Katar og bara losna við þetta. Svo er verið að fara að díla við rússana. Þetta er bara kongur, hann er að standa við allt. Já. Promises made, promises kept. Fleiri vinnir er Kjartan Atli Kjartansson. Já. Hvað gerði Kjartan Atli Kjartansson sem gera hann að vinnir? Já, hann tók káringana, fekk káringana heimsón og bakaði á með 11 stigum og einhvern veginn, þetta leiti ekki vel út fyrir áltinsynningarna, þeir voru búin að tapa með 2 leikjum undan þessu og einhvern veginn kom þeir svolítið í fallbaráttuna. Svakalegi peningar á Álftanesinu. Já. Brjánsi, Óskar Alfreðs, Elnor Mali. Það eru alveg hákallar á bakvið þetta. Já, alveg peningar. Hvernig var eitthvað annað í korunni sem var merkilegt? Í sjálfsögur ekki, það eru þetta stórleikur í kvöld, Keflavík Valur. Það er svona mest spennandi leikur. Hvað er að setja hann onni í handboltan? Ég veit það ekki. Þetta að vera litlir, spilið þetta bara kl. 9 í kvöld og leyfið fólki að koma á völl. Já. Logi Geirs, við verðum að setja hann sem vinnir. Aron Pálmarsson vinnir. Já, ég var með hann líka. Hann er hinn ultimate vinnir. Já, hann er búin að setja þetta lið bara á bakið. Já, í handboltaliðinu. Viktor Gísli. Já, hann er búin að fín. Jakob Birgis. Já. Ég verði eiginlega, eftir Tjarnabíu á fíaskoði þá hefur hann staðið upp sem stóri sigur. Já. Lúsirar, Sigurjón Jónsson. Sigurjón Jónsson? Já. Nú? Nei, ég segi ég svona. Nei, hann er alls ekki lúsir. Hann er alltaf vinnur allar helgar hjá mér, Sigurjón Jónsson. Fyrir mér er þetta Angela Merkel. Já. Það er svona koma Pétur ljós hversu mikill harmleikur hún var fyrir Þýskaland. Já, það er engin hagvöxtur og ekkert að gerast í Þýskaland, það er rétt hjá eins og einhverju kallar hérna ballausu móður Evrópu. Já. Ég meit vinnir í viðbót. Það er Óli Gunnar Solskjær. Þetta er rosalega 4-1 sigur hérna hjá Besiktas og þið eru átt ykkur á því að Besiktas hefur ekki skorað meir en 2 mörk síðan í september á síðasta ári. Mætir Óli trítlarinn, 4 mörk. Ég er að horfa þér reyndar ótrúlega satt á hana leik. Það var geðugur leikur, það var drullu góður. Ég ætla að fá að henda einu vinnir í viðbót. Carrie Underwood. I gotta make an apology. I wasn't familiar with your game. Wow. Býtu hvað? Hún var þarna í The Inauguration. Já. Og tók a cappella útgáfuna því að það var eitthvað vesinn á hljóðinu. Tók a cappelluna. Og þegar fólk neglir a cappelluna, you got my respect. Það er bara þannig. Við slum fara í neyða já. Er ekki komið á neyða já? Jú, ég er svona haldið það. Þá er haldið það, er það hérna? Má heyra. Er græna ljósið hérna? Má heyra. Green light. Red light. Red light, green light. Heldur betur förum í þetta með Æsver. Stærsta búðin er að sjálfsögðu í Kringlunni. Neyða já og það eru svoleiðis spurningarna búin að dett inn. Já. Æsver með Dr. Fútból.
Fékk naflinn símanúmerið hjá Play flugfreyjunum á leið til Boston eða var pick-up-línan total failure? Já, ég get átt með það að pick-up-línan, hún var total failure en þetta var auðvitað ekki þenni ferð, maður var bara með vini sínum hann í Boston. Playerarnir að fara að vinna meira með doktorfútból fyrir vakandi, kóðin er DOC. Kóðin er heldur betur DOC. Ég flaskaði þessu, það kemur fyrir. Já. En það er önnu ferð. Bara halda áfram. Herru, ég bað málband því að þetta er fyrsta ekki neyða, þetta er svo sem ekki neyða já-spurning, þetta er Arnar Guðjónsson að spurja hvor ykkar er með lengra enni og geti ég fengið það því að nú ætlum ég að nota YouTube-ið í þetta. Hann er mjög harður á þessu, hann vil alveg frá auðabrúnu. Þetta er 7-7. Já, ég vinn þetta. Nei, naflinn vinn þetta. Naflinn með lengra enni. Já, ég hlýtti á að taka sigurinn. Ég tek sigurinn. Helgi byrja vel á naflanum. Já, Arnar Guðjóns getur tekið þetta með sér inn í helgina. Þetta var nú ljót spurning. Hann er alltaf að segja mér að fara í hybridið. Ég svara með þessu. Það er bara þannig. Má ég sjá. Hér er svo margar spurning. Er Sigurður Bond Siggi Bond stytting á Sigurður Bondage? Nei. Ríkir með þetta. Má ég sjá. Eru pólverjarnir líklegasti til að landa þeim stóra á HM í handbolta? Nei. Hver eru? Það eru Danir. Það eru Danir. Má ég sjá, það er sumt hérna sem ég get ekki hendi í. Getum við séð eitthvað liði í bestu deildinni kaupa Malaysia eftir 10? Nei, ég held að hann kemist ekkert í neitt lið þarna. Jú. Væri naflinn betri evil villain í James Bond mynd en Bondarinn? Þetta er frábær spurning. Já. Veistu hvað, ég er á þessi já. Þetta verður alveg vel bilaður. Það er eitthvað svona vel bilaður. Þú erðir hérna eins og í Goldfinger. Já. Þannig að maður er með hattinn. Já. Getur hann ekki verið svona vísindamaður? Jú, en hann er svona aðstofamaður einhver vísindamanns og er að drepa mann með einhver Já. Kæmi með þetta ófyrirsjónlega. Já. Svo bam, döður. Það heitir nú, má ég sjá, getur Bond backpressa nafnum? Já. Hvað ertu þungur? Núna er ég svona 62 cirka, já, svona jólinn sitja aðeins í mér. Já, sitja aðeins í þér. Já. Veit Bondarinn að hann er náskyldur mér, þetta er frá Tryggva Frey Torfasinni og Góa Sportrönd. Já, Tryggvi Frey Torfa. Þetta er eitthvað í gennum pappa. Já. Er Gabriel Martinelli bara verri gerðin af King Semenyo? Já, hann er mjög langt frá Semenyo allavega. Mér finnst það nú ekki líki leikmann. Er komin tími á The British Super League eftir The Battle of Britain? Það er nú alveg spurning eftir þess að dramatík í gær hvort að við þurftum nú ekki að fara að skoða það að fá Rangers og Celtic allavega inn með við stemmingun á vellinu líka. Já. Heldur betur allar að taka slægir með KFK í sumar, spyr Örn Ómarsson. Nei, ég held ég ætla að taka slægir með IH. Já. Ég er bara ekki alveg búin ákvæða, ég ætla að byrja að æfa svona mars fótbolta þá. Það er bara tíðindi. Já. Nú loga miðlarnir. Það fyrir sögn. Bjarga Manchester City í meistaradeildarsæti. Já. Áður mig já þar. Já. Svo er það, menn að spyrja, ég vonaði tekið sér nú ekki illa, Þorlákur Ari spyr verður naflinn á undan Sigurður til Tyrklands að ná í nýja kollu? Nei, ég get svarað því. Nei, af því að ég er búin að láta bara Jesus take the wheel í þessu. Já. Hann ræður alveg hvernig fer með árið á mér. Ég ætla að fara þessu ári. Það ætla að fara? Já. Mér finnst þetta náttúrulega ekkert feimnismál. Nei. Það er bara heim með eitthvað flott hár. Ætla þú ekki að fara? Nei, allavega ekki svo. Ég er flottur en svo ert. Já, ég þarf eiginlega að koma mér í betra stand og taka bara rífi í gikkinn. Flottu standir, hættu þess. Hættu standir. Það getur verið betra standir að fara í hárigræslu. Það er engi vinur minn í betra formi en þú, sko. Það er alltaf harður við sjálf sig. Harður húsbóndi. Harður eigin húsbóndi. Já, verður nú að fara að haga það nafnileg minn. Það er bóndadagur. Það er bara svoleiðis að þú ert glæsilegur og ekki hlusta á eitthvað svona koma í standir. 60 kíló? Já. Bara þykka þessu upp. Já, ég segi það. Og söfnum skeggi og tökum the bold. Já. Með vöðva. Það henda okkur hérna, má ég sjá. Þetta var hérna, ég var á réttum stað. Alltaf á réttum stað. Má ég sjá. Þarna er þetta. Förum í Elgrandi með Kemi.is. Guð mig góður. Glussin, hann er í Kemi. Smurolían, Kemi. Öryggiskór. Kemi. Kemi. Veistu hvað, ég fór að sækja Kemi daginn. Nei. Nýja rúðurkur. Já. Og Danni sjálfur setti þær í fyrir mig. Sonur eigandans. Já.
kongurinn. Það ekki margir sem fá þannig þjónustu en Sigurður Bóndi hann mætir þá fara eigendurnir út Já. af skrifstofunni. Já. Þannig ég ætla bara að hafa þetta þægilegt í dag. Við spilum Elgrandi með kimi.is meistaradeild Evrópu og ég ætla að biðja búllismennum að hjálpa mér að henda þessu öllu saman í gang. Sko, ég ætla ekki að hafa þetta neitt rosalega flókið. Ég ætla bara að fá lið af því að þetta var góð vika fyrir meistaradeild Evrópu út af þessum 5-4 leik og 4-2 og allt það. Bara lið sem hafa unnið meistaradeildina eða Evrópukeppni meistaraliða eins og hún hét áður. Og á ég að leyfa nafnanum að byrja hann yngri. Já. Manchester United, Það var Manchester City, Real Madrid, Já. Chelsea, Já. Barcelona, Bayern München, Inter. AC Milan. Já. Skrifa þetta strókar. Takk hjá Chelsea ekki PSG. Nei, ekki hérna- gult, ég ætla að gefa Já, gult. gult. Förum í Liverpool. Já. Bara, var Leopold eftir? Já, Liverpool var Já, rétt. ég var Já, að já, segja. já. Aston Villa. Já. Þetta Ég talaði það áðan sem að gamla Evrópumeistarinn hann nafnlifin. Nottingham Forest. Já. Það sé hjálpa mínu manni. Já, býtu, hvað er maður algjörlega að gleyma þetta? Ég hef nú búin að gefa nafnlanum eitt síðans. Það var eitt franslið unnið þetta og það er svona vandræðaborg. Það er Marseille. Það er Marseille. Já. Það var Marseille-djöflarnir. Það var sjáfónið. Er ekki eitthvað ítalsta óvænt lið? Ítalst óvænt lið. Er það ekki? Býtu, hvor er En nafnið- Ég. Ertu Rod Stewart maður? Nei, Ok. það er hann hérna eigandi okkur. Ertu Rod Stewart maður? Er hann eigandi ykkur staðar. Nei, ekkert stuðningsmaður. Ertu Já. Rod Stewart maður? Glasgow? Nei, Glasgow hvað? Rangers? Nei, Glasgow. Glasgow hérna, Hvað lið heldur með NBA? hvað sér við? Hvað lið heldur með NBA? Glasgow Celtic? Nei, Celtic, Já. Celtic segi ég, Celtic. Celtic. Ég er nú svolítið vondur við Bónda að gefa honum þetta svona. Þetta var, Nei. ég er á gulu líka. Ég skulda alltaf eitt. Þetta er Napoli er ekki hana. Nei. Og byrjar sem Juventus á aldrei þetta. Jú. Já, jú. það er rétt. Sú Já. gamla. Sú gamla. Gamla, Það er já. hár rétt. Það sem er að vekur kannski athygli fólks er að það eru bara 2 spænsklið sem hafa vunnið þetta. Já. Það er Já. alveg áhugavert. Já. Eigum við eitthvað lið eftir hana hvaðan er þessi lið sem við höfum eftir að naflin á að gera Það er, ég er meitt hérna sem Ég er er á svona þeir heita nafni á íslensku á vissan hátt. Vitið hvert ég er að fara? Það er svona, við þekkjum þá undir íslenska nafninu á þeim. Ég veit ekki hvort sé góða vísbendinga eða ekki. En ég heyri það, elsku nafnin minn. Já, ég er á gulu líka. Já, ég veistu hvað, ég ætla bara að fara hérna. Það er Sigur. Það er Sigur hjá Sigurður Bónd. Takk að þið fyrir. Það var mikið. Þú stóðst þið vel samt. Þetta var alltaf Var eitthvað þýst eftir það? Þýst eftir, já, Dortmund held ég að vera eftir. Dortmund var eftir. Leverkusen náttúrulega töpuðu ekki úrslitunum Já, þeir Real, eru já. ekkert, ég var svona með þá í huga en ég svona Hvað íslenska? Hvað Ísland? Það er Rauðastjarnan. Já, Sörrene Svesta. Já. Hamburgur Sportur kom ekki, Stója Búkarest kom ekki, Porto kom ekki, Benfica kom ekki. Porto hefði mátt koma. Porto mátti það. Þeir eru nú. Meistarliðum? Já, þetta er 2004. Já. Svona þeir, svona sem kannski. Ég var með Hamburg næst. Dr. Fútból þar sem leikmenn labba inn og góðsagnir ganga út.
Dr. Fútból, hið ómögulega er það sem við gerum best og við gerum það líka helgina í Dogsson, föstudag, Dogsson, laugardag, Dogsson, sunnudag og svo að sjálfsögðu helgaruppgjör Dr. Fútból. Nú, ég verð að þakka Tómasi Þóroddssyni, veitingamanni á Mar fyrir að hýsa okkur í þetta skipti, gaman að koma til Reykjavíkur og aðeins að fá að kynna sér málin hér. Það margt aðeins, það líka margt gott í þessari ágætu borg. Það verður gott að komast aftur í góð. Það þarf að passa sig. Það þarf að passa sig. Það frábært hérna í Mar, frábær matur, frábæra stundir. Geðveikur staður. Frábær matur. Heldur betur. Eigið þið frábæra helgi báðu tveir. Takk hérlega. Sömuleiðis þið hlustendur. Dr. Fútból heilsar ykkur á sunnudagskvöld en svo var hann í Dogssonu, Fös, Lau, Sunn. Verið sæl.